Undanfarið mánuð hefur Grandþvottur á Akureyri verið með sérstakt tilboð fyrir fólk í atvinnuleit. Segðu okkur aðeins nánar frá því. Já, við höfum svona verið að velta fyrir okkur hvernig við getum komið á móts við samfélagið með svona samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja. Og þetta nú lítið fyrirtæki og hefur kannski ekkert mikið bolmagn, en við fórum með það svona að hjálpa þeim kannski sem sannlega þurfa á aðstoð að halda og prófuðum hérna fyrir einhverjum fljótlega eftir áramót að setja hérna á auglýsingu í gluggann að þar sem atvinnulausum, ef þeir eru atvinnulaus og leiðin í atvinnuviðtal, að þá skulum við þrífa eða hreinsa fötin þeirra endurgjaldslaust fyrir þetta viðtal. Teljum það mjög mikilvægt að fólk komi vel fyrir í atvinnuviðtölum, það skiptir ekki máli hvaða vinna það er, og ekki eru allir tilbúinir að eyða pening í þetta. Og hefur þessu verið vel tekið? Við höfum fengið viðbrögð frá viðskiptavinum okkar, bara föstu viðskiptavinum og sem líst vel á það, og ég er bara vona að þau breiði þetta út, eða boði þetta, bendi á að atvinnulausir geta komið hérna. Og það hefur einn nýtt sér þetta hingað til, en það er öllum velkomið sem er að fara í atvinnuviðtal og vera atvinnulausir að koma. Ég vona bara sannarlega að fólk nýti sér það. En nú er oft einmitt ekki í dag mikið ókeypis í boði, það kostar allt. Er hægt að reka fyrirtæki og vera að bjóða upp á einhverja ókeypis þjónustu í það? Þetta verður ekki sá þáttur sem mun setja mig á hausinn, ég get alveg lofað því. Og svo er það nú kannski líka að búa til framtíðar viðskiptavini. Ef þú færð vinnu og þetta hefur hjálpað til, þá kannski koma þér aftur. Þannig að allt er þetta náttúrulega bara markaðssetning líka. Ég ætla ekki að neita því þannig lagað, en fyrst og fremst er það bara að vera að bjóða aðstoð þeir sem þurfa á því að halda. Og þetta verður nú, ég hef ekki trúið að verið holskefla hérna af fólki sem kom inn, en þá gerist það bara. En þetta fyrirtæki ykkar, Grandþvottur, hvers konar þjónustu eru það að bjóða? Þetta er sko stærstilegir þvottahús, þar sem við erum að þjónusta ferðaþjónustuna. Nú við höfum verið í matvæla'iðnaði, að þrífa fyrir matvæla'iðnað og heilbrigðisþjónustuna, sem er nú kannski svona grunnstoðirnar í þessu. Það hefur verið gríðarlegur vöxtur á svæðinu. Við erum að fara núna Tröllaskagahringinn 3 sinnum í viku og sækjum þvott Sauðárkrók, Varmahlíð, Ólafsfjörð, og eftir að göngin opnuðust yfir Siglufjörð þá er þessi möguleiki opnast og er það veruleika. Og við erum að sækja þvott upp á Mývatn og Húsavík, og þegar Vaðlaheiðargöngin koma þá munum við stórefla þann markað. Þannig að það er gríðarlegur vöxtur í fyrirtækinu vegna ferðaþjónustunnar. 15% vöxtur á síðasta ári, bara út í gegnum ferðaþjónustuna, og töluvert mikil eftirspurn. Við höfum ekki fundið fyrir því að þó að ný hótel eða ný gistiheimili koma á laggir, að það hefur engin áhrif á hin. Og hvað ertu með margir í vinnu? Hér starfa 14 manns að öllu jafnaði og við tvöföldum þann fjölda á sumrin. Og ég reikna með að við þurfum jafnvel bæta enn meira í sumar. Það er háannatíminn. Það er voru vont að missa besta eða vana starfsfólki í sumarfrí á háannatíma, en við leysum það náttúrulega sjálfsögum með því að bjóða sumarafleysingafólki vinnu, skólafólki og öðrum. Og svo veit maður nú ekki, nú ertu búin að segja frá þessu í sjónvarpinu að þú sérst að bjóða upp á ókeypis fatarhreinsun fyrir fólki í atvinnuleit. Það gæti náttúrulega orðið bara straumurinn tíðin og þú þarft að bæta við þess vegna. Já, þau verða velkomin og kannski verður bara einn eftir á staðnum, það er aldrei að vita. En ég vona bara að fólk geti nýtt sér þetta og þetta hjálpi þeim þá í atvinnuleit. Þá geti sannarlega orðið að liði þar.